Palli, velkomin. Takk. Víkingar morgun, hvernig svona leggst sá leikur í? Bara mjög vel, þetta verður vonandi góður leikur okkar hálfu. Við erum í svona törn núna, heimaríkja törn þar sem við ætlum að ná í stig sem er í boði og ég reikna bara með svipuð leikum út í Keflavík. Þetta verður bara þetta fram á síðustu mínútu. Ja. Þið hefur mætt þeim tvisvar í sumar, þeir eru nýbúin að skipta þjálfara, heldur að það eigi eftir að breyta eitthvað leikstíl þeirra? Já, eflaust er það nú ekki oft talið að menn svona spýti lónin, en mér get ekki verið meira sama hvað þeir eru að brasa, en við ætlum bara að vera klári í slaginn og hvort sem þeir eru að breyta einhverju eða skiptum eitthvað leikkerfi eða leikmenni eitthvað, þá erum við bara að hugsa um okkar lið og við mætum þeim hvernig svo sem þeir mæta í leikinn, þannig að það er aðalmálið að við séum á tánum og séum klárir að ná í þessi 3 stig. Ja. Aðeins á hópnum, það var hörkuleik frá Keflavík, komast allir heilir frá þeim leik? Nei, ég get nú ekki sagt það. Það er eymsli hér og þar. En þú veist, þeir þjappa sér saman og við púslum þessu saman að þessum eymslu sem eru. Það eru aðna einhverju 5-6 leikmenn sem að ég þarf að gefa einhver töfra meðul og svona svo þeir. En oftast er nú hann á leikdegi þá býta menn bara í axlinn og eru í boði, en það er bara eins og í öllum öðrum liðum, það er alltaf einhver eymsli, en þeir eru allavega ekki meiddir sem eru í banni, það er ljóst, en hinir 20 sem að hvað eru margir, þeir mæta hérna á morgun og við reynum að finna út hverjir eru frískastir og ferskastir. Ja. Og náttúrulega, hvað til að vera svona lykillinn á morgun fyrir ykkur? Það verður bara viljinn áfram, sigurviljinn á heimavelli, hann og menn séu grimmir í okkar boxi, þá held ég að við náum góðum úrslitum ef við höldum áfram sem frá er horfið, sérstaklega frá fyrri hálfleik síðast, þegar við erum að ná að halda boltanum og spila þeirra og samanskapi ef þetta verður upp í kýlingar og læti og vitleysu að við séum þá klárið það líka, því að við getum ekki leyft okkur að fara að spila eitthvað ef við skiljum hitt eftir. Þannig ég reikna bara með þetta að verði álögur slagur og það er það sem við viljum vera í. Við viljum fara í leiki sem er hátt tempói og hraði og nái og læti og svo verðum við bara að feysa þessi leikbönn og meiðsli eins og kallmenn og til þess að nú leikunni gerur að hafa breiðan og góðan og sterkan hóp. Og náttúrulega stuðningurinn hlýtur að skipta verulegu máli á morgun. Já, það er alltaf gott að spila hérna heima og vitandi það að fólk stendur með okkur í blíð og stríð og það verður gaman að sjá ef fólk gefur því tíma til þess að mæta á völlina morgun, þó ég veit að ferðarlögin eru vinsæl núna, þá hvet ég fólk til að koma og styðja strákan í þessu því að það er mikið í húfi. Palli, takk hérlega fyrir. Óttar, velkomin. Takk. Herru, byrjum aðeins, hvernig er svona stemningin í hópnum? Hún er mjög góð, sigur í síðasta leik, þannig að það er allir bara klárir og hann endar allir og Jói banni, en annars eru allir bara mjög klárir í hann leik og hressir. Það eru Víkingar á morgun, hvernig svona leggst það verkefni? Bara mjög vel, þeir náttúrulega skiptum þjálfari í vikunni og Bjarnar og Lárusson klár og það verður náttúrulega erfitt, en við bara mætum með hörku. Við erum búin að spila tvisvar við það í sumar, þannig að við bara reikna við eins og síðustu 2 skiptin. Já, allan vonandi seinna skipti, sko. Gekk nú ekki alveg eins og vel í fyrra skipti, en ef við mætum hér klárir og við gerðum í leik nr. 2 sem var hérna á Þórshöllinum í bikarnum, þá eigum að vinna þennan leik. Já, og það er kannski uppskriftin að sigri á móti? Já, líka við erum ofan á í baráttunni, þá við erum betri í fótbolta en þeir, þannig að þegar baráttunni er í lagi þá hef ég engar áhyggjur. Þetta er náttúrulega stórleikur eins og allir aðrir í deildinni, þannig að mikilvægt að stuðningsmenn, fjölmenn á völli. Já, ég minn ef það er ekki tími núna eftir sigurleik síðast og í rauninni hálfpartinn 60 leikur mot Víking, þá veit ég ekki hvernig menn er að mæta. Óttar, takk hérlega fyrir.